Góðan daginn, gott fólk, og velkomin á þessa stund, þessa kennslu og fræðslu predikun, eða hvað við viljum kalla hana. Í dag kuð vera 1. maí og það held ég bara alþjóðlegur frídagur verkamanna. Allavega á Íslandi honum gerði ykkur svona skil og svona ykkur hátíðarbragur settur á hann og rekna ég með að eins verði í dag. Þannig að ég sé nú ekkert að veiklast í þeirri vissu okkar að reyna svona að halda upp á verkalýðsdaginn, því að verkamenn svo sem skipta máli í þessu samfélagi en samt ekkert meira máli heldur en bara annað vinnandi fólk. En þeir hafa fengið sinn rétt og þeir hafa fengið mörgum sinna krafna framgengt eins og bara aðra stéttir í þessu landi. Þannig að öllu þurfum við að gera skil til þess að svona aðeins ánægjuvogin sé aðeins herri, en hver svo sem skilur þessa blessuðu ánægjuvog og hvenær eru menn ánægðir og hvenær eru þeir ekki ánægðir, og því miður þá sýnist mér nú óánægjan sé nú miklu algengari hérna meðal okkar heldur en nokkuð tíman ánægjan. Akkur ætli það sé? Ástæðan eru þetta einföld í raun og veru. Það hefur svo margt gengið úr skaftinu hér hjá okkur. Ætli það sé ekki svona klassíska svarið við þessari spurningu, og af hverju? Það liggur alveg fyrir. Guðsvitundin alltaf á undanhaldi. Af hverju? Þá kemur þessi klassíska spurning fram: hver skilur mannshjartað? Það besta sem við getum eignast á undanhaldi. Við sjáum hnignunina sem hjá okkur ágæta mannfólkinu. En þessu hægt að snúa við, og kannski má segja að sé hlutverk míns og þíns sem kristinna manna og kvenna að breyta þessu. En við þurfum þó að vera fólki sem stígum fram, svo kallað, og gerum það sem þarf. Og hvað gerum við til að gera mest gagn? Vitum við það kannski ekki sem kristnin menn og konur? Ef svo þá það nú orðið afskaplega slæmt. En ég held við vitum það. Það heitir boðun kristinnar trúar til þess að mæta þessari óánægju sem viðvarandi og eykst við. Það að segja, ef fólk tekur ekki boðskapi Jesú Krist eins og hann og hver gefur það? Ég get ekki gefið það, því miður. En ég þekki hann sem getur það. Hann heitir Jesús. Þess vegna tala ég Jesús. Ég tala ekkert neitt annað nema Jesús þegar ég vil breyta þessari vog, þannig að ánægjuvogin fara nú að stíga. En núna hún alltaf að síga. Og það mjög slæmt. Og við vorum aðeins að drepa á því hvers vegna það væri. Það hefur svo margt gengið úr sér, einhvern veginn aflagast, sem eðlilegt, miðað við það að Drottinn alltaf æminna með okkur í, eða við viljum æminna af honum vita. Það sé ekki réttara orðalag. En Drottinn hefur ekkert breytt sér. Það get ég staðfest, og það veit ég að þú getur líka staðfest sem þekkir Jesús. Þú manst eftir fyrstu kynnu þínum eflaust af honum, hvort sem það fyrir löngu eða stuttu síðan. Og Drottinn segir við þig: ég eins og þú kynntist mér þá. Og þetta það sem ég staðfesti. Ég hef gengið með honum í áratugi og ég segi, hann ennþá þessi sami og ég sá og þekkti til að byrja með. En menn og konur, því miður, ég get nú ekki sagt það sama allt þetta fólk. En ég vildi geta gert það.
Og líklegt að sumir allavega geti ekki sagt sama mig og þegar þeir kynntust mér fyrst. En við erum ekki Guð. Við erum ekki sonar hans Jesús. Hann allt annað. Hann óumbreytanlegur. Og ég segi það. En eins og ég kynntist honum fyrst, ég þekki hann ennþá með nákvæmlega sama hætti. Og hvernig var það þegar ég kynntist honum? Kærleikur, elska, væntumþykja, sem elskar að taka utan fólk. Hver elskar að taka utan fólk? Kannski einhverjir. En ég veit það bara, það ekki eins og Drottinn gerir það, því get ég lofa. Það nú mín reynsla á þessu öllu saman. En það erum við ekkert að tala þetta. Þegar við tölum boðun trúar. Við erum dáin þessu, við horfum ekki á þetta, en við vitum af því. Af hverju? Við erum í heiminum eins og hann Það málið. Og hvernig heimurinn? Þú veist hvernig hann Þú veist að hann allur á skakk og skjön, og þetta skakk og skjön hefur aukist. Með öllu þessu óréttlæti sem við erum að upplifa og sjá. 1. maí, hann í dag, já. Og hver ætli grunnur 1. maí sé? Ætli hann megi ekki rekja til ranglætis sem gilti í þessum heimi. Og menn vildu rétta stöðu verkamanna og gerðu það og bjuggu svo til dag þar sem að þess minnst að þetta réttlæti var togað tilbaka. Og við sjáum þetta réttlæti manna í þessum samningum sem verið að gera, sem lyftir upp kaupmættinum, og við þurfum að hafa þetta, en vitum, allavega einhverjir, að það fer hringrás á stað sem lyftir öllu verðlagi líka upp. Þannig að kaupgetan, hún helst svipuð. Krónutalan hærri, en allt hitt hækkar, þannig að í veskinu ertu svipað blankur þú hefur alltaf verið. Eða ríkur, hvernig sem við tölum það. Þetta nú það sem við mennirnir höfum búið til, að við erum alltaf að fjarlægast meira og meira lifandi Guð. Þetta akkillesarhællinn sem heimurinn að glíma við. Heimurinn þekkir ekki Guð. Þekkir þú Guð? Hefur þú kynnst Jesú Kristi? Þá óskaði ég til hamingju með það, því að þú ert lukkunnar pamfíll, vissirðu það? Já, ég held þú vitir það. En ertu merktur þessu þakklæti sem Drottinn vill sjá í þínu hjarta? Ég biði þetta það að þú sért merktur því. Því að þakklætið svo mikilvægt upp á lífsgæði að telja. Það þetta þakklæti. En á það ráðist, þess vegna óánægjuvogin miklu hærri ánægjuvoginni. Það svo mikið vanþakklæti í þessum heimi. Við höfum allt til alls, það rétt, hér á Vesturhveli. En hver svo sem þakkar fyrir það? Hver sér það í sjálfu sér? Ég veit það ekki. Sé ég það alltaf? Alveg örugglega ekki. Ánægjuvogi mín alltaf á efsta stað? Ég held ekki, frekar en hjá þér. Þannig að við erum bara á sama stað, við erum að glíma þessa glímu. Ég sé kristinn maður vill að hún sé ofar hinu. Og kannski jafnvægi þar meira heldur en kannski hjá mörgum öðrum. En þessi vog, hún sveiflast til upp og niður. Ég vil nú ekki meina að hún fari alveg í hæstu stöðu á báða vegu, en hún sveiflast til. Stundum hún í jafnvægi. Stundum sígur hún aðeins upp eða niður. Þetta lífið. Af því að þetta svona, þá þurfum við að boða. Við þurfum að boða eitthvað annað en þetta. Þetta ekki raunveruleikin eini sanni.
Þetta er raunveruleiki, en það er til annar raunveruleiki sem heitir Jesús. Hitt er raunveruleiki, það er alveg rétt. En hinn raunveruleikin er Jesús. Hann lifir í dag. Hann er með það sem að þú þarft, að því hann skóp þig, hann gerði þig, hann bjóði til. Þú ert hans. Hver sem þú ert. En hefur hann eignast þig? Já, ég veit það ekki. Þú verður að svara því. En ég er hér til þess að segja þér frá því að þú þarft á honum að halda. Nú kannski belgir þið út og segi ég þarf á engum að halda. Það er rámt. Öll þurfum við á einhverjum að halda og ég segi fyrir sjálfa mig, ég þarf mest á Jesús að halda. En ég þarf auðvitað líka á þér að halda. Að því við erum fólk. Og fólk er bara eins og það er. Og fólk gerir margt saman. Það er léttara ef þú ert að gera eitthvað, ef þú ert með einhverja aðstoð við það. Kannski ekki allt, en sumt er gott að hafa aðstoð við. Og hana færðu. Það er að segja, ef þú leitar eftir henni. Aðstofin kemur ekki hlaupandi til þín eða á einhverju færibandi, þú kallar eftir henni. Og það er eðlilegt. Hvernig á ég að vita hvort að þú þurfi hjálp ef þú segir ekki neitt? Og hvernig átt þú að vita að ég þarfnist hjálpar ef ég er ekkert að gefa það neitt í skyn að ég þurfi það? Þannig að við þurfum að kalla eftir hvoru öðru. Og ég þarf Jesú. Og ég kalla eftir aðstoð frá honum. Geri það hér og nú. Og meira, ég vil segja þið frá þessum sama Jesú og ég er að hrópa eftir. Hvernig líst þér á þetta? Ég veit það ekki, en ég held að einhvað í þér segi að þetta sé einhvað sem er áhugavert. Eitthvað í þér segi, þú kannski segir þetta ekki við næsta mann eða sessunautin, en eitthvað í þér segir þetta er eitthvað sem ég þarf sjálfur og sjálf. Af hverju? Kannski ertu orðin bara leið og leiður á þessu amstri, þessari örvæntingu sem er allt í kringu þig. Er það ekki rétt hjá mér? Lestu blöðin. Horfðu á fréttir. Þú sér þetta allt í kringu þig. Það er ekki mikil von sem verður að birta þar. Og allar þessar daglögus, má segja, heimsenda spár sem að dynja yfir. Ef við gerum ekki þetta, ef við gerum ekki þetta eða hitt, þá bara hækkar sjóri svo mikið að það fer allt í kaf. Hverslags fréttaflutningur er þetta? Við þurfum Jesú. Við þurfum að vita skil á orðinu sem segir allt annað. Það eru spádómar í Biblíunni og spádómarnir ná allt til enda. Og við sjáum, ef við þekkjum ykkur skil á þessum spádómum, að þá ýmislegt þetta er að gerast, já núna. Það er ekki allt komið fram. Og ég segi, hann er sá sem ræður. En við erum að blása moldviðri og við tölum hamfaralínun, það er nýtískuorðið núna, hamfaralínun, það verður sennilega ekki til fyrir 10 árum eða 15. En það er á allara vörum í dag. Og menn bara eiga hverjum annað þegar hann bara svefnlausar nætur í röð. Hvað vitir í þessu? Akkur ekki leyfa bara drottni að líka sig og bak og brjóst? Hann vill það. Hann vill gefa þér trú. Hann gaf mér trú. Ef hann gaf mér trú, þá getur hann líka gefið þér trú. Ég er bara maður, manneski eins og þú, sem þarf á Jesú að halda. Viðurkenna það í dag, en viðurkenna það ekki fyrir þennan tíma. Sama mynd þú líklega að gera. Og þetta er ástæðan fyrir því að ég og mínir líkar erum að boða trú. Hvað sem hver segir. Það snýst ekki um það hvað ykkur segir. Þú veist bara hvað þú átt að gera, að þú þekkir hann sem þú tilheyrir
Og hverjum tilheyrir? Heitir hann ekki Jesús? Já, ég tilheyri honum. Og ég bið að þú tilheyrir honum líka. Þannig hann á að eiga okkur með húð og hári. Já, í dag 1. maí. Og við erum miklir verkalýð sinna, það alltaf að vera verkalýð sinni ef við viljum það. En verkalýð sinnin eða verkalýðsfélagi, hvað þetta heitir, má ekki vera þinn Guð. En það ekki stundum þannig að það eiginlega þinn Guð. Ef þú vilt kjarabætur, hvert horfur þá? Þú horfir til þeirra. Þeir hafa svo sem gert með margt gott og það hafa líka margir aðrir gert margt gott. Þannig að þetta er ekki eitthvað einum að þakka hvernig ástandið er eða að kenna ef við viljum fara það alveg. Jú, ég get alveg stutt verkalýðsfélag og hefur reyndar alltaf gert það. En það er búin að vera obba míns lífs verkamaður og áður en ég varð verkamaður sjómaður. Þá studdi ég mitt sjómannafélag og er stoltur af því að hafa gert það. En það er ekki með þeim hætti í dag. Ég tilheyri honum sem hefur lofað mér því að vel fyrir sjá. Og ég er búin að tilheyra honum í 30 ár, yfir 30 ár. Og ég sagði við hann, þegar ég var sá það að það var ekkert að hafa neitt frá þessum kirkjum í fjármunum. Og ég var að streðast við að baksast við að gera það sem Drottinn vildi að ég gerði. Einu sinni þá stóð ég andspænis honum og sagði, Drottinn, ég er tilbúin að þjóna þér, en ég geri það ekki lengur blankur. Og ég meinti þetta. Ef ekkert hefði breyst, þá hefði ég stigið út úr þessu starfi. Og hann vissi það og hann sá það. Og vildi hafa þennan garm áfram í þjónustu sinni. Ég fór að fá peninga. En hann hefur líka minnt mig á þetta fyrirheit. Ég sagðist vera tilbúin til að þjóna honum ef hann gerði þetta og hann gerði þetta. Gerði sitt. Og svo krefur hann mig að ég geri mitt. Það hefur hann sýnt mér aftur og aftur. Þegar ég hef viljað hætta þessu bara og fara út úr dæminu, þá hefur hann sýnt mér það, Konráð, þú sagðir þetta. Ég viðurkenni það að ég sagði þetta. Hann stóð við sitt, hann hefur nú heldur betur sýnt mér það. Svo segir hann, statt þú við þitt. Og það er það sem ég er að gera hér. Ég er að standa við mitt. Þarf ég að ströggla við það? Ekki þetta svo mjög. En ég hef þurft að ströggla við ýmislegt. Þrátt verið það. Ég er náttúrulega bara eins og þú sem lifi dagana og það eru 24 stundir í hverjum degi. Og ég þarf að leysa mín mál alveg eins og þú. En ég geri það í dag með hjálp Drottins. En hann hefur lofað mig því að ég mun engan skort líða. Og ég get alveg sagt þér það að skort hef ég engan liðið sem ég gekk inn til hans í fyrsta skipti. Og svo náttúrulega núna í mörg áratugi eða allan 1,5 áratug hef ég bara verið í yfirflæði nægta. Og það er ennþá með þeim hætti. Og einhver að segja, ef ég geta leyft mér bara eiginlega allt sem ég vilja leyfa mér, en það er nú kannski ekkert svo mikið sem að ég vill leyfa mér, en ég hef geta gert það sem ég vilja leyfa mér og það finnst mér forréttindi. Þannig að ég í dag, þó ég styðji þessi verkalýðsfélög, að þá eru þau fyrir mér svona bara, já þau þurfa að vera, ekkert meira en það fyrir mér. Kannski eru þau þinn Guð og ef þú vilt hafa þau sem Guðinn þinn þá bara gerir þú það. En ég á Guð sem er lifandi Guð. Alvöru Guð, ekta Guð. Og hann getur alveg stutt 1. maí. Og ég get alveg stutt 1. maí og ég styð 1. maí. En ég er fyrst og fremst Guðs manneskja.
ef mér vantar eitthvað þá hrópa ég til hans. Ég hringi ekki í verkalýðsfélag og bið þau að rétta hlut minn. Kannski gerir þú það. Ég ekki þar. Ég fór þaðan andartakið sem ég frelsaðist á. Og síðan hef ég þannig séð ekki stólað svo mikið á þau, en ég hef notfært mér þau hins vegar. Það allt annað mál. Ég flutti til Norðfjarðar eins og ég oft talað og Drottinn sem sagt sendi mig þangað, ég veit það. Og þar fór ég til verkalýðsfélagsins og ég var bara að leita vinnu og ég vissi það að það gæti dregist eitthvað, ég fengi vinnu og ég náttúrulega gæti ekki verið blankur, ég var að eiga þó ekki væri nema fyrir mat og ég heimsæki verkalýðsfélagið þar, man ekki hvað það heitir. Og þar var indall fullorðinn maður sem Sigurfinnur heitir, hann nú dáið núna þetta, já örugglega. Og hann tók mér opnum örmum og hann greiddi mér götuna að fjármagni frá þeim í þessar, þetta voru 3 vikur þar sem ég þurfti á þeim að halda og svo fór ég bara að vinna mína vinnu. Og þá lauk sem sagt því kerfi og ég fór að greiða til félagsins eins og við verkamennirnir gerum. Þannig að ég fékk aðstoð frá þeim. Það vegna þess að Drottinn, þegar þannig komið sögu, sagðist alltaf sjá fyrir mér. En þú fyrst peninga út úr verkalýðsfélaginu. Það alveg rétt. En hann getur gert hvað sem hann vill. Það ég búinn að sjá. Og hann getur alveg notað þessi kerfi mannana til að greiða sínu fólki götu og hann gerir það. Muniði það. Þannig að Guð ekkert neitt furðulegu Guð og hér borð, þú sér það ekki, eða hvað, jú, það skiptir ekki máli. Og hérna allt í einu fær ekki að detta peningar ofan á þetta borð að himnum. Vá, það ekki svoleiðis. Peningarnir koma bara eftir þeim leiðum sem peningarnir koma. En hann hefur tök og haldir allstaðar. Getur gert það sem hann vill allstaðar. Já, ég segi í dag, hann opnaði mér leið að þessu ágæta verkalýðsfélagi þarna á Neskustad, ætli ekki til ennþá, ég veit það ekki. Og Sigurfinnur vinur minn sáum það að þetta gengi nú allt saman fram. Já, svo fór ég að vinna á Neskustad og vann þar í mörg ár. Undi hag mínu vel á Neskustad, eins og ég hef oft talað En ég núna í Hafnarfirði, ég ættaður þaðan, og ég þjónaði Guði þar. Já, ég kom þarna 91, 2023 ég ennþá að þjóna sama Guði. Ég ennþá að segja það, hann hefur ekkert breytt sér. Hann ennþá sami kærleikurinn og hann hefur alltaf verið. Þetta hefur aldrei breyst neitt. Og svo vilja menn ekkert með þetta hafa. Sem aldrei breytist neitt og alltaf bara gott. Svona minn hissa að þeir yfirgefa það besta, svo alltaf fallandi fæti í kringu það. Ekkert nema, ég segi nú bara ógn og angist, hver sem litið Þetta heimurinn. Hann þarna og þú þekkir hann. En þú þekkir kannski ekki hina hliðina sem lifandi Guð og hans veruleiki. Já, sá veruleiki gengur með hinum veruleikanum. Og Drottinn gefur sömu fólki að þekkja þann veruleika og það segir, þetta eru 2 veruleikar. Og ég vil vera í þeim veruleika sem tilheyrir Jesú Kristi. Er það rangt? Kannski í þínum augum.
Og ef það er rangt í þínum augum, þá er það líklega og örugglega vegna þess að þú veist ekkert, engin skil á honum. En Drottinn er að segja við þig, ég skal gefa þér þessi skil. Þannig að þú getur vegið og metið þetta sjálfur og sjálf. Og þú munt komast að því eins og allt mitt fólk, segir Drottinn, að þessi veruleiki er líka þarna. Það sem að þessi einstaklingur er að segja að vera. Hann er ekki einn. Aðrir á sama stað taka undir þetta. Af hverju? Af því þeir þekkja sjálfir. Þeir eru í heiminum, eins og hann er, og þekkja hann, og það er ekki að segja þeim neitt um hann. En núna þekkja þeir líka veruleika lifandi Guðs. Og þeir hafa viðmið. Þeir segja, þar breytist ekki neitt. Það er allt fullkomið. En í hinum veruleikanum er endalaust verið að stokka spilin. Endalaust verið að breyta þess og breyta hinu. Hækka kaupið og svo kemur einhver verðbólga og þá rýrist allt kaupið okkar. Þetta er veruleikin okkar og þessu viljum við tilheyra og gefum ekkert fyrir Guð. Þannig við sjáum að eitthvað hefur þetta nú skólast til hjá okkur. Og vei okkur kristnum mönnum ef við þegjum þennan veruleika sem er Guð. Við getum ekki þagað hann. Við verðum að leyfa þessar rödd að heyrast. Og það mega margir kristinmenn eiga að þeir eru iðnir við þennan kola. Og svo mikið veit ég trú að þetta blundar í öllum kristnum mönnum og öllu kristnu fólki. Hvað og eftir sem það síðan gerir, sem er allt annað mál. En þetta blundar í kristnum manni og kristinni konu að þú fáir að vita Krist. Af hverju þarf ég að vita Krist, segir þú sem þekkir ekki Krist? Eins og vorum að tala áðan, þá er annar veruleiki til. Veruleiki Drottins. Og heimurinn er hérna, en heimurinn er dæmdur til að fara. Það er málið. Hitt verður eftir. Og Drottinn vill að þú sért eftir þar. En með því skilyrði að þú segir já við Jesú. Og þú segir já við Jesús, Drottinn blessar þig, tekur þig til sín og þú ert þeim megin eftirleiðis. Þú ert hólpin eins og Biblían segir, hólpin. Og þegar þú ert komið þangað, þá ertu líka öruggur. Af hverju? Núna veistu 100% hvert þú ert að fara. Í heiminum getur ekki vitað það. Því það er allt á fallandi fæti, endalaus hrun, ekkert í hendi. Þú ert með þetta í hendi í dag og morgun er það farið. Þú biður traustið á þetta, einn daginn er það farið. Er þetta ekki sagan? Allt á fallandi fæti. Já, 1. maí er í dag. Og það má alveg tala þennan dag með þessum hætti. Allt sé á fallandi fæti. Við erum endalaust í kjarabaráttu. Af því að allt er á fallandi fæti. Við viljum að kjörin okkar og launin okkar vegi upp. Af því að allt er á fallandi fæti. Og það er verið að rembast við að toga þetta einhvern veginn upp. Og það tekst stund. Við fáum aðeins hærri laun. En svo kemur verðbólgan. Af því að einhver skriða fyrir af stað. Og eftir einhvern tíma þá erum við á sama stað. Þetta er saga okkar mannana. Stöndum við eitthvað betur núna þannig séð heldur við gerðum þegar við vorum ungir menn. Er ekki svona lífsbaráttan bara svipuð?
kannski ekkert harðari, en hún er svipuð. Jú, við getum keypt miklu meira núna, það er engin spurning. Nákvæmlega. Við getum keypt miklu meira núna. Samt er ánægjuvogin, hún er svona. Segjum að þetta sé óánægjuvonin og þetta ánægjuvonin. Það hefur ekkert með þetta að gera hver efnahagur þinn er. Þú þarft annað til að hann sé í einhverju efnahagi. Hann heitir Jesús. Og við þreytustum ekki á að boða hann. Sumir fagna því, öðrum er slétt sama og einstaka kemur í gegn. Einstaka kemur í gegn, segi ég, og það er staðurinn. Þetta er ekki margir sem kom í gegn. En þeir sem kom í gegn eiga það til að vera mjög háarir. Þannig er þetta nú oft. En Drottinn hefur nú sýnt mér það, og ég er nú inn á því, að þeir sem að koma gegn, það er fólki sem Drottinn er að eiga við. Af því það er vakna til vitundar eitthvað sem það vill rísa gegn. Þú ríst ekki gegn því, þú veist ekki Ertu ekkert að pæla í, er það ekki þannig? Þannig að fólk sem kemur í gegn er ljóst að það hefur fengið einhverja snertingu. En það ræðst á þessa snertingu, sem er allt annað mál. Þarna komum við að þessum breyskleika manna og veikleika. Sem sagt að þú og ég og við erum að ráðast gegn því besta. Besta. Ég fullyrði að þetta er það besta. Þú tekur ekki undir þetta að þú þekkir ekki ennþá þetta besta. Þú ert ennþá undir afli þess næst besta. Ég þekki það besta, ég segi betra verður það ekki. Og þetta vil ég boða þér. Hann heitir Jesús. En þú mátt alveg halda 1. maí hátíðlegan og það er allt í lagi með það. Og þú mátt taka þátt í öllum ræðuhöldunum. Og básúna allar ræður, já, mann og kvenna sem haldnar eru á þessum degi og það eru sjálfst nokkrar. Þannig að 1. maí er svona hefðbundinn dagur. Með skrúðgöngum, ekki annars, og lúðrarblæstri, það er alltaf með lúðrasveitina þar sem eru svona skrúðgöngur. Öxar og ann og allt það, kannski ekki á 1. maí, en hérna, hvað heitir aftur þarna lagið? Skiptir ekki máli, en mér finnst það reyndar mjög fallegt, mjög flott lag. Það er örugglega það spilað og sungið á 1. maí. Og ekkert það að segja nema gott. Hvað heitir hérna þetta lag? Var ekki Halldór Laxness sem gerði textanu við það lag? Kannski man ég þetta ekki alveg. Það skiptir ekki máli. En ég held þú vitir hvaða lag ég er að tala um. Hann er kyrjaður í dag, það lag er kyrjað í dag og blásið lúðra í dag í skrúðgöngu. Og svo koma verkalýðsforingjarnir hver á eftir öðrum upp og hvetja til dóða og aðgerða jafnvel. En ég er ekki þar, að ég vil tala Drottinn. Drottinn sem ég þekki er friðsamur Guð. Hann hvetur aldrei til neinna óláta, en kemur á friði þar sem ólæti hafa komið. Þetta er svo Guð sem ég þekki. Þetta er svo Guð sem ég hef tilheyrt í áratugi og þetta er svo Guð sem ég ætla að tilheyra áfram. Og þetta er svo Guð sem ég vil að þú kynnist. Að ég vil að þú kynnist í besta sem til er. Og hann heitir Jesús. Já, það besta sem til er hefur sitt eigið nafn. Þú heyrt þetta nafn og nafnið er Jesús. Og þó
eftir yfir 30 ár myndi segja, hann í dag nákvæmlega eins og ég kynntist honum fyrst. Enga breytingar. Hvernig kynntist ég honum fyrst? Í kærleika, í elsku, í væntumþykju. Þetta sýndi mér strax. Og hann sýnir mér þetta ennþá. En ég náttúrulega bara eins og ég er. Með sumt rétt annað rán, alveg svo þú. En samt ég honum sem þetta sem ég sagði frá áðan. Eins, jafn, alltaf í þessu, eins og þú hefur alltaf þekkt hann. Og við þurfum á því að halda. Að einhvað í kringum okkur sé alltaf eins, stabilt og gott. Og við viljum vera þar. Líka á 1. maí. Jafnvel þó einhverjur okkar tökum þátt í hátíðahöldunum á 1. maí. Það ekki bannað. Ef menn vilja, þá fara þeir þangað. Þannig nú þetta líf, að þú ert frjáls í þínu lífi. Og það getur enginn tekið þetta frelsi af þér, en þú hins vegar getur látið rífa það burt af þér. En það ættir ekki að gera. Þú skalt lifa þínu lífi, eins og Drottinn hefur boðið þér að lifa því. Og viljir þú fara á hátíðisdag 1. maí, þá gerir þú það, minn kæri. Lætur engan telja þér hugkvar með það. Og ég segi, það ekkert rangt við það. Ekkert rangt. Gerðu bara það sem þú vilt og bara vertu glaður af því að gera það. En ég segi, ekki veiklast í trúnni. Því að það verður þér til tjóns. Og við erum í og með að gera þetta sem við erum að gera, af því við viljum ekki að fólk veiklist í sinni trú, heldur vaxi. Er það hægt? Ég spyr þig, er það hægt? Það vel hægt. Og hefur margótt verið gert og sýnt í verki að það hægt. Við skulum vera þar. Þess vegna, við sem að boðum trú og hvetjum menn að trú, borði trúar, þurfum að standa okkar plikt alveg eins og allir hinir. Þessi rödd, hún má ekki þagna. Sumar raddir þagna aldrei. Og sumar raddir mætti nú alveg þagna. En þær þagna aldrei. Og akkur ættu við þó eitthvað að vera að pæli því að láta þessa rödd þagna, sem við vitum það besta sem að fyrir okkur hefur komið. Ég vel, og ég segi, hún skal ekki þagna. Og þú velur, og eitthvað kannski allt annað, en mig varðar ekkert það. Þú velur fyrir þig og ég fyrir mig. En ég ætla að trúa áfram. Ég ætla að trúa áfram að hann sem ég stóð andspænis fyrir yfir 30 árum. Og ég segi, hann nákvæmlega eins í dag og hann var þá. Hvað eins, annað, í mínu lífi? Ekkert. Og margt af því sem þá var horfið fyrir margt löngu. En eftir stendur Jesús eins og hann hefur alltaf verið. Og það finnst mér vera mjög merkilegt. Í þessari hringavitleysu sem þetta líf okkar oft er. Þá stendur Jesús eftir eins og þú þekktir hann fyrst. Og ég veit þú kynntist honum í kærleika. Þú kynntist honum í kærleika vegna þess að þannig vill hann opinberast fólki, því að þetta er hann. Og það er þetta sem ég er að boða, ekkert annað. En ég banna þér ekki að halda upp á 1. maí. Aldeilis ekki, þú mátt að þú vilt það. Ætla ég að halda upp á 1. maí. Sjáum bara hvað gerir. Kannski gerir ég það, aldrei að vita. En ég ætla samt að lofa Guð. Með mér sjálfum.
því það ætti ég að gera og það ætti þú líka að vilja að gera. En ég held að það sé komin tími á þetta hjá okkur og Konráður Rúnar Friðþjófsson kveður og þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.